Forseti Rússlands bað í dag starfsbróður sinn í Aserbaídsjan afsökunar á því þegar flugvél fórst í Kasakstan á jóladag. Eftirlifendur lýsa mikilli skelfingu sem greip sig eftir 2 sprengingar í flugvélinni. Halda þarf landsfund Sjálfstæðisflokksins sem fyrst, segir þingmaður. Ákall sé breytingar á forystunni. Hugmyndir að fresta fundinum til hausts falla í grýttan jarðveg. Guðlaugur Þór Þórðarson íhugar annað formannsframboð. Ný og voldugri Holtavörðuheiðarlína 1 þyrnir í augum bænda í Borgarfirði. Þeir segja að línan þjóni frekar vindorkuverum framtíðarinnar en heimamönnum. Hætta á mikilli loftmengun á höfuðborgarsvæðinu á gamlárskvöld. Spáð hægviðri og ólíklegt að Íslendingar dragi af sér við að skjóta upp flugeldum. Jólasýning Borgarleikhúss Köttur á heitu blikkþaki verður frumsýnd í kvöld. Verkið sígilt og fjallar erfðadeilur, flækjur og kynferðislega spennu í fjölskylduafmæli. Gott kvöld. Vladimír Pútín Rússlandsforseti bað í dag forseta Aserbaídsjans afsökunar á hörmulegu atviki þegar farþegaþota fórst í Kasakstan á jóladag. Eftirlifendur lýsa skelfingu og ótta borð við 2 sprengingar klukkustund áður en vélin brotlenti. Niðurstöður rannsóknar á flugvélaskrokknum bentu til þess að eitthvað utanaðkomandi hafi valdið slysinu. Grunur hefur leikið á því að loftvarnarkerfi Rússa nærri Grosny hafi skotið á vélina og virðist Pútín Rússlandsforseti hafa staðfest það í símtali við Iljam Aliyev, forseta Aserbaídsjans. Pútín baðst afsökunar á því hörmulega atviki sem varð í rússneskri lofthelgi og vottar fjölskyldum fórnarlamba samúð. 38 fórust í slysinu en 29 komust lífs af. Flugvélin átti að lenda í Grosny en þykk þoka var sögð ástæða þess að henni var snúið yfir Kaspíahafið til Kasakstans. Á sama tíma og vélin reyndi að lenda í Grosny voru Úkraínumenn að gera drónaárásir nærri borginni, tjáði Pútín starfsbróður sínum. Loftvarnarkerfin kom í veg fyrir þær árásir, sagði hann. Aliyev sagði augljóst að eitthvað hafi hæft vélina yfir Rússlandi. Það sjáist á fjölda gata á skrokknum og meiðslunum sem farþegar og áhöfn vélarinnar hlutu, auk vitnisburða þeirra sem lifðu slysið af. Hans balon partlasaydı, Tehran'ı paramparçalardı. Adicə bir dənə bizdə kislorod balonu var. Ona neysə değsəydi, o partlasaydı, Tehran'ı paramparçalardı. 2 dəfə partlayış oldu. 5 dakika arası. Ondan sonra 1 saat yarım uçmuşum. Ama hara uçurduk bilmiyorum. Ondan sonra samolyot yere çakıldı. Bir de gördü hamı kalıp çizildi. Sidenyaların altında. Ben asılıp kalmıştım kemerde. Hugmyndir að fresta landsfundi Sjálfstæðisflokksins fram á haust leggjast illa í marga flokksmenn. Þingmaður telur tímabært að breyta til í forystunni. Hún gefur lítið fyrir þá skýringu að fundur í febrúar væri óheppilegur vegna veðurs. Rætt var að fresta landsfundi Sjálfstæðisflokksins fram á haust á málefnanefndarfundi flokksins. Boðað hafði verið til landsfundarins í lok febrúar. Bjarni Benediktsson, formaður, sagði spursmálum á MBL í gær að tímasetningin hafi verið ákveðin út frá tímasetningu alþingiskosninga sem nú eru afstæðnar og hann hafi talað að febrúar sé óheppileg tímasetning meðal annars vegna veðurs. Ég gef nú ekki mikið fyrir það. Ég tel bara mjög mikilvægt að við sjálfstæðismenn komum saman sem fyrst. Af hverju? Já, það bara tilefni til þess að brýna okkur og það orðið langt oflangt liðið frá síðasta landsfundi og svo þetta voru niðurstöður kosningana okkur vonbrigði. Fulltrúar sumra aðildarfélaga flokksins hafa lýst óánægju með hugmyndir að fresta fundinum en ákvörðunin liggur hjá miðstjórn. Ég sé kannski engin sterk rök fyrir því akkurat núna, en þetta hefur ekki verið rætt í miðstjórn. Þannig ég gerir svo sem ráð fyrir því að það verði fundur hjá okkur núna í byrjun janúar og þá væntanlega verður það rætt hvort að við höldum okkur við setta dagsetningu eða hvort að við breytum eitthvað út af með það. Þingflokksformaður flokksins segir í samtali við fréttastofu að hugmyndir aðra tímasetningu komi úr grasrótinni til að ná betri undirbúningi fyrir málefnastarfið og sveitarstjórnarkosningar.
Ritari flokksins segir að ýmis sjónarmið séu innan flokksins, einhverjir hafa nefnt málefnastarfið, einhverjir vilja kjósa strax forystu flokksins og aðrir vilja gefa hugsanlegum nýjum frambjóðendum tíma til að undirbúa sig vilji þau taka slaginn. Guðlaugur Þór Þórðarsson segist í samtali við Fréttastofu ekki útiloka að bjóða sig fram til formanns. Hann sé að hugsa málið og margir hafi komið að máli við hann. Guðlaugur Þór fór í formannslag við Bjarna fyrir 2 árum á síðasta landsfundi. Þá hafði Bjarni betur með 59% atkvæða en Guðlaugur fekk 40%. Bjarni sagðist í spursmálum ákveða fljótlega eftir áramót hvort hann gæfi kost á sér áfram. Ég veit ekki hvernig það verður akkurat núna en hann allavega búinn að vera lengi þannig að það er auðvitað eðlilegt að fólk velti því fyrir sér. Og ég á von á því að það verði kosið milli manna og kvenna á fundinum, bæði formann, varaformann og ritara. Bryndís segist ekki vera búin að taka ákvörðun hvort hún ætla að bjóða sig fram en Diljá Mist segist vera íhuga alvarlega að gefa kost á sér í ritara eða varaformann flokksins. Það er klárlega ákall það að það verði einhver breyting í forystu Sjálfstæðisflokksins. Ég myndi segja það, já. Það er komin tími á Bjarna Ben. Hann verður nú að segja til það sjálfur, held ég. Eitt síðasta starfhæfa sjúkrahúsið á Norður Gaza stendur autt eftir stórfellda árás Ísraelshers. Ísraelsmenn segjast hafa handsamað yfir 240 hryðjuverkamenn í sjúkrahúsinu, þar á meðal forstjóra þess. Alþjóða heilbrigðisstofnunin og Sameinuðu þjóðirnar segja Kamal Advan sjúkrahúsið hafa verið eitt af síðustu starfhæfu sjúkrahúsunum á norðanverðu Gaza. Sick and injured children are going into this hospital. We're going into this hospital to get treatment. Sick and injured men, women, we're also going there with medical personnel, risking their lives in some cases to continue to provide services to people who really need it. And this is why we continue to call for an immediate ceasefire in Gaza. We continue to call for the protection of all medical facilities in Gaza. Ísraelsher hefur setið sjúkrahúsið síðan í október og hermenn réðust svo inn í það í gær. Mjög misvísandi upplýsingar hafa borist afdrif stjórnanda sjúkrahúsins, Hussam Abu Safie. Ísraelsher segir hann meðalina handteknu, enda sé hann grunaður að vera liðsmaður Hamas. Hins vegar var skrifað á Instagram síðu hans í gær að hann væri ekki í haldi Ísraelshers, heldur heill á húfi en ekki næðist samband við hann. Eins hefur verið mjög erfitt að nálgast myndefni frá sjúkrahúsinu nema stutt myndskeið sem Ísraelsher sendi frá sér. Þar eru meðal annars birtar myndir af vopnum sem hermenn segjast hafa fundið þar. Björgunarsveitir héldu ekki áfram leit á Reykjanesskaga í dag vegna boða sem bárust úr neyðarsendi í gær. 2 merki bárust í gærmorgun, annað rétt suður af Þorlákshöfn og hitt frá Meradölum nálægt Fagradalsfjalli. Tugir björgunarsveitamanna leituðu á svæðin í gær allt fram í myrkur og þyrla og flugvél Landhelgisgæslunnar flugu líka yfir svæðin 2, en engar frekari vísbendingar bárust. Talið var að leitarflokkar hefðu nokkurn veginn verið búnir að leita af sér allan grunn að nokkur væri í vanda. Loftrýmisgæsla hefur verið stórefld og fjöldi Íslendinga sinnir henni frá ratsjárstöðvum á 4 landshornum. Skrifstofustjóri varnarmálaskrifstofu utanríkisráðuneytisins segir mikilvægt að fylgjast vel með umferð Rússa svæðið sem vaktað er héðan. Orrustuþotur séu sendar af stað ef grunnsamleg loftför sjáist á ratsjá. Landhelgisgæsla Íslands sér loftrýmiseftirlit og rekur 4 ratsjárstöðvar, eina á hverju landshorni. Það er á Bolafjalli, Gunnólfsvíkurfjalli, Stokksnesi og á Miðnesheiði. Sem fylgist með umferðinni hér í loftinu kringum okkur yfir öllu Norður-Atlantshafi og ef það kemur flugvél eða eitthvað inn á það svæði sem ekki gefur frá sér merki þá sjáum við hana og getur fylgst með henni og eftir atvikum hægt að senda orrustuflugvélar til að fljúga upp og kanna hverju þetta sætir, hvað að ræða, er þetta flugvél, er þetta eitthvað annað sem er á ferðinni og auðkenna það með beinum hætti. Íslendingar sinna þessu eftirliti að fullu og reka ratsjárstöðvarnar en þær voru byggðar með fjármagni frá NATO og Bandaríkjaher. Það er sérfræðiþekking hér í því að vinna með þau gögn sem þarna eru og við deilum þeim með okkar bandalagsríkjum. Hvers hafið þið orðið vör í þessu? Er það að sjá eitthvað umferð og eitthvað á síðustu árum sem að vekur grunnsemdir og áhyggjur? Við erum náttúrulega að fylgjast með ríki sem er að stunda hernað í Evrópu og þess vegna er mjög mikilvægt fyrir okkur að sýna ábyrgð og hafa vökult auga yfir þeirri umferð sem fer hér. Hafið þið merkt eitthvað sérstakt á síðustu árum? Er það að sjá
einhverja meiri ógn eða einhverjar meiri njósnir en gengur og gerist? Já, stóra ógnin náttúrulega bara hvernig rússnesk stjórnvöld að beita sig í hernaði inn í hjarta Evrópu og þess vegna skiptir það máli fyrir okkur að fylgjast vel með því hvað þeir gera annars staðar, því að þetta eru einu og sömu stjórnvöld og því mikilvægt að vakta þeirra umsvif. Hingað koma síðan reglulega orrustuþotu hersveitir til æfinga. Þessar flugsveitir eru alla með einhverja svona hefðir og alla með sitt logo og allar að leggja áherslu á ég var hér og það eru undirgöng hérna undir. Það er allir búin að merkja, undirgöngin er eins og undirgöng í Reykjavík. Það er sem sagt veggjakrot. Já, veggjakrot hér út allt. Það er bara undir gólfinu. Til stendur að endurnýja þotugildrur á Keflavíkurflugvelli en það er búnaður sem stöðvar orrustuþotur í lendingu. Til hvers var verið að stækka þessi flughlöð svona mikið? Það er einmitt til þess að við getum tekið á móti til dæmis fleiri orrustuþotum ef það skapast eitthvað neyðarástand. Þetta er endar fjölnota svæði eins og mikið af þessum innviðum. Við getum bæði notað á í varnartilgangi en líka til dæmis ef það lendir hér vél með einhverja, getur sagt bara með hryðjuverkamönnum eða með sprengju um borð eða eitthvað slíkt, þá er þetta öruggt svæði þar sem við getum tekið hana fyrir utan þetta hefðbundna flugsvæði inn á öryggisvæðinu. Lögreglumaður og almennir borgarar eru látnir eftir skotbardaga í Klepp, skammt frá Stafangri í Noregi í nótt. Einn lögreglumaður er særður en átökin hófust þegar lögregla stöðvaði bílstjóra vegna gruns ógnandi hegðun. Einn farþegi var í bílnum og sakaði hann ekki. Stórt svæði var girt af við vettvanginn í morgun og mikill viðbúnaður lögreglu, slökkviliðs og sjúkraflutningamanna. Sprengjusveit lögreglunar var einnig send til að leita að sprengju í íbúðarhúsi. Natt i dag så stansa politiet en bil i Klepp etter melding om en mulig trusselsituasjon. Politiet var bevæpnet, og i en påfølgende skuddveksling mellom mistenkte som viste seg å være en mann i 40 år og politiet, så ble 3 personer truffet av skudd. Mistenkte og en av tjenestepersonene ble fraktet til sykehus, kritisk skadde. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp, men begge ble erklært døde i løpet av natta. Det er jo med dype sorg vi konstaterer at 2 personer er døde. Og vårt fokus er nå personalomsorg gjennom å ta vare på de involverte politifolk på oppdraget og øvrige kolleger. Þá skulum við gá til veðurs hér heima því að lögreglan á Norðurlandi vestra ræður fólki eindregið frá því að vera á ferðinni í umdæminu í kvöld og nótt. Þar er ekkert ferðaveður, búið er að loka Holtavörðuheiði og kalla út björgunarsveitir vegna bíla sem í vandræðum í Vatnsskarði. Auk þessa verður veginum Súðavíkurhlíð lokað í síðasta lagi klukkan 9:30 vegna snjóflóðahættu. Annars er norðanátt í kortunum fyrir morgundaginn með kólnandi veðri og verður vindur nokkuð stífur fram eftir degi með snjókomu víða landið norðanvert. Draga mun bæði úr vindi og ofankomu nyrðra þegar líður á daginn. Horfur varðandi áramótaveðrið hafa lítið breyst og stefnir í fallegt en jafnframt kalt vetrarveður. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir veðurhorfur næstu daga að loknum fréttum og íþróttum hér á eftir. Og meira af áramótaveðrinu. Mikil mengun af völdum flugelda er líklega á höfuðborgarsvæðinu á gamlárskvöld ef spár hægviðri ganga eftir. Hvort banna eigi flugelda er þó nokkuð snúið úrlausnarefni því flugeldasala er helsta tekjulind björgunarsveitanna. Íslendingar skjótu upp 500-700 tonnum af flugeldum á ári langmest á gamlárskvöld. Til samanburðar skutu Svíar upp aldamóta árið 300 tonnum og þeir eru 25 sinnum fleiri en við. Flugeldarnir eiga eftir að sjást vel í björtu veðri víðast landið á gamlárskvöld. Afar litlum ef nokkrum vindi er spáð á höfuðborgarsvæðinu þar sem mest er skotið og 12 stiga frosti. Í svo miklu frosti helst mengun frekar við jörðu. Það er útlit fyrir eins og staðinu núna verulega mengun á höfuðborgarsvæðinu. Sko, það gæti orðið það. Það fer eftir hvernig veðurspár ganga eftir. Það er sem segja, það eru talsveit misvísandi núna, 3,5 dagur í gamlárskvöld, en það gæti orðið talsveit mikil mengun, já. Áramótabrennur menga mun minna en flugeldarnir og svo mengun fer líka hærra í hita uppstreymi frá bálinu. Loftgæðamælar umhverfisstofnunar eins og þessi við Grensásveg sýna mesta mengun á miðnætti þegar hægt er að loga í brennunum. Börn og eldra fólk er viðkvæmast fyrir menguninni og fólk með undirliggjandi öndunarfærasjúkdóma. Sumir eru jafnvel nokkrar vikur að jafna sig eftir flugeldamengun. Hvað mengun varðar væri æskilegt að banna flugelda? Já, þetta er eiginlega
bara líka að segja pólitískt mál og mjög skipta skoðanir það. Þetta svona rík hefð og það náttúrulega bara flækir málið hreinlega hreint út sagt að þetta náttúrulega helsta tekjulind björgunarsveitanna og skipti björgunarsveita bara mjög miklu máli í þeirra tekjuöflun. Þannig að við erum svolítið svona dilemmu með flugeldana. Flugeldasala hófst einmitt í dag og börn eru spennt að fá að koma með í slík innkaup. Hjá Hjálparsveit skáta í Reykjavík við Malarhöfða byrjaði salan rólega að vanda. Fólk bara að hvíla sig, sinna útivist og svo ég vona að þetta fólk komi að skila sér inn til mín í kvöld. Stefán Baldur segist gera sér vel grein fyrir flugeldamenguninni. Við höfum náttúrulega reynt að gera okkar til þess að draga úr þungmálum í flugeldum en það verður náttúrulega ekki komist hjá því. Þannig að ég segi ekki maður lítið fram hjá því, en þetta er bara svo gaman í 3 klukkutíma. Og það er bara svona, já, lætur að hafa það og það er ógeðslega gaman. En jú, hitt er óheppilegt og ég segi, vona að spáin verði okkur hliðhóll og við fáum smá vind og smá gólu. Rétt er að ráða hundaeigendum frá því að ganga með hunda sín á Geirsnefi milli 9:30 og 10 í kvöld því þá verður hávaði þegar sölufólki verða kynntir nýjustu flugeldarnir. Bændur í Borgarfirði gagnrýna áform Landsnets Holtavörðuheiðar línu 1. Þeir telja að línan sé ekki byggð til að koma rafmagn í sveitir, heldur flytja orku fyrir stóriðjuna. Við höfum verið hérna að gera athugasemdir við umhverfismatsskýrslu Holtavörðuheiðar línu 1 sem þú sér hérna bak við þig. Komið er að endurnýjun línunnar. Eiríkur segir bændur hafa fengið misvísandi upplýsingar. Á fyrstu kynningarfundum hafi verið talað að endurbyggja ætti gömlu línuna. En þessi nýja sem á að koma við hliðina, þetta er bara miklu stærra mannvirki. Hún er algjörlega risavaxin. Gamla byggðalínan lá þvert í gegnum bændasamfélagið í Borgarfirði og nýja línan fylgir henni að mestu leyti. Eiríkur hefði viljað sjá aðrar leiðir skoðaðar. Og við gagnrýnum það sé verið að segja það að þessi lína eigi að vera eitthvað liður í orkuskiptum almennings þegar raunin er svo að það er aðeins verið að flytja orku fram og tilbaka fyrir stóriðjuna. Við staðsetningu línunnar er meðal annars tekið tillit til áforma vindorkuver á Vesturlandi og norðan Blönduvirkjunar. Og ég tel nú kannski að þegar farið í svona stóra framkvæmd þar sem að ganga og verulega á réttindi sveitarfélaga og almennings að þá ætti nú kannski Alþingi að ræða þetta aðeins betur. Eiríkur bendir á að raforkulögin séu barn síns tíma. Þau hafi krafist fórna frá bændum í skiptum fyrir rafmagn til heimila. Nýju mannvirkin takmarki landnótkun bænda. Í kringum möstrin er helgunarsvæði Landsnets þar sem má slá en ekki rækta skóg eða byggja hús. Þá sé rekstrartími ekki tilgreindur en gera megi ráð fyrir því að möstrin standi í 80 ár. Það standi til að greiða einhvers konar eingreiðslu fyrir þau möstur sem standa í landi hvers og eins. En það er ekki að ræða að þarna sé leiga eða einhvers konar bætur fyrir skaða. Leikritið Köttur á heitu blikkþaki verður frumsýnt í kvöld í Borgarleikhúsinu. Verkið hefur aðeins einu sinni áður verið sett á svið í atvinnuleikhúsi á Íslandi. Í Borgarleikhúsinu er Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir. Hólmfríður, er frumsýningarskjálfti í mannskapnum? Já, ég er nú ekki alveg viss það, en dyrnar opnast eftir smá og jólaprúðbúnir hátíðar leikhúsgestir streyma hérna inn í leikhúsið. Við erum hérna á sviðinu reyndar og þau munu sitja hérna allt í kring. En ég held að taugarnar séu að fara að verða þandar baksviðs, eða er það ekki, Þorleifur? Svona frumsýningadagur er alltaf svolítið svona milli jól og nýjárs. Þetta er svona tími sem er valla til. Maður bara svona vaknar og reynir að hugsa eitthvað annað. En listin leikhússins verður ekki til fyrir áhorfendur komi. Þannig að við erum svolítið að fullgera leikhúsverkið í kvöld. Þannig að já, maður er spenntur en líka bara, ég er svolítið fullið tilhlökkunar. Ég held að þetta verði ansi spennandi hér í kvöld. Þetta verk er skrifað miðja síðustu öld í Bandaríkjunum. Hvaða skírskotun á það í svona íslenska nútíma? Verk eins og þetta sem eru frábæri textar fyrir frábæri leikara, fjölskyldu sem er að brotna í sundur. Þetta eru þemu sem eiga við allstaðar og við svona dróum svolítið úr þessum svona amerísku tengslum en við vorum ekki að staðfæra því að textinn staðfæri sig í rauninni sjálfur. Og þetta er aðalega innan þessum vígvelli sem við erum búin að skapa er bara verið að takast á mannleg örlög. Þannig að ég fann enga sérstaklega þörf til að
tróða, hvað maður að segja, hérna svona íslenskum referensum sérstaklega inn því að þetta verk bara það sterkt að það sammannlega mun tengja okkur. Spennandi. Takk fyrir þetta, Þorleifur. Og hér eru allir að koma sér fyrir og það ætla ég líka að gera. Katla Margrét, af hverju liggurðu hér? Já, þetta nú bara þunga miðja leikmyndarinnar sem hún Erna Mist hannaði. Alveg gríðarlega fallega leikmynd. Og það gerist margt í svona rúmi. Bæði gott og slæmt. Það hefur verið talað að verk eftir þennan höfund séu oft svolítið svona krefjandi að túlka. Hvernig finnst þér það? Já, þetta krefjandi, en við erum í mjög góðum höndum. Þorleifur Örn hefur hjálpað okkur mikið með þetta. Og við erum eins og sér, bara í miklu návígi. Við erum nánast ofan í gestunum og innan þá og svona, þannig að þetta reynir alveg á. Ég skal alveg bara viðurkenna það, ég pínu stressuð, en ég hlakka líka til. Takk fyrir og við verðum að segja þessu lokið héðan úr Borgarleikhúsinu. Takk fyrir það, Hólmfríður, úr rúminu í Borgarleikhúsinu. En þá skulum við líta það sem ber hæst í íþróttafréttum kvöldsins sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. Arsenal kom sér upp í annað sætið í deildinni með naumum sigri á Ipswich. Og norski skákmeistarinn Magnús Carlsen hættur á heimsmeistaramótinu í atskák þar sem honum var gert að skipta buxur milli viðureigna. Íþróttir hér eftir fréttir. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Forseti Rússlands bað í dag starfsbróður sinn í Aserbaídsjan afsökunar á flugslysin í Kasakstan og jóladag. Eftirlifendur lýsa mikilli skelfingu sem greip sig í flugvélinni eftir 2 sprengingar. Halda þarf landsfund Sjálfstæðisflokksins sem fyrst, segir þingmaður. Ákall sé breytingar á forystunni. Hugmyndir að fresta fundinum til hausts falla í grýttan jarðveg. Guðlaugur Þór Þórðarson íhugar annað formannsframboð. Ný og voldugri Holtavörðu heiðar lína 1 þyrnir í augum bænda í Borgarfirði. Þeir segja línan þjóni frekar vindorkuverum framtíðarinnar en heimamönnum. Hætt á mikilli loftmengun á höfuðborgarsvæðinu og gamlárskvöld. Spáð hægviðri og ólíklegt að Íslendingar dragi af sér við að skjóta upp flugeldum. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og á ruv.is má nálgast allar helstu fréttirnar á íslensku, ensku og pólsku. Hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá ruv.is. En þessum fréttatími lokið, verið sæl og njótið kvöldsins. Á RÚV í kvöld. Abba Babb, dans- og söngvamynd frá 2022 eftir Nönnu Kristínu Magnúsdóttur. Strákurinn í kjólnum, breskur húmor eins og hann gerist bestur.